Ég ætla að leysa fyrir ykkur hérna próf sem var á vorin 2019 og ég er að pæla að leysa það bara hérna í einu heilu vídeói og ef við byrjum hérna á dæmi 1 sem er í ansi mörgum liðum þá fáum við þær upplýsingar uppgefnar að kennarinn fyrir krossapróf í skammtaeðlisfræði og hebresku. Þetta er sem eitthvað sem við vitum ekkert og þarf að giska á öll svörin. Krossaspurningarnar eru 17 talsins og allar eru með 4 valmöguleikum. Eitt svar er við hverri spurningu og út frá þessum upplýsingum þurfum við að svara hérna þessum spurningum og við þurfum að hafa ýmislegt í huga. En við skulum byrja á því að athuga hverjar eru líkurnar á því að svara rétt sjaldnar en 4 sinnum. Og eins og í þessu, alltaf þessi pæling í þegar við notum binomdist, hvað er í rauninni verið að spyrja um? Og við getum byrjað á að setja inn það sem við vitum að þarna eru 17 krossaspurningar. En hvað er verið að athuga í spurningu A? Það er sem þetta verið að athuga að svara rétt 3 svar, 2 svar, 1 sinni eða 0 sinnum. Þess vegna myndum við setja hérna 3 svar og líkurnar á að svara rétt í hverju spurningu fyrir sig er 1 á móti 4. Og að því að við erum núna að finna út að svara 3 svar eða sjaldnar, sjaldnar en 4 sinnum, þá setjum við 1 í cumulative. Svona. En svo í B, hverju líkurnar á því að svara rétt 5 sinnum eða oftar? Þá skulum við fyrst velta fyrir okkur, hvað gerur binomdist fyrir okkur? Það getur fundið nákvæmlega líkur á bakvið einhverjar ákveðin fjölda skipta. En hérna er verið að spyrja hverju líkurnar á því að svara rétt 5 sinnum eða oftar. Það sem binomdist getur ekki gert er að svara þessu beint. Þannig að við skulum byrja að finna það sem er akkurat ekki verið að spyrja um. Hérna er verið að spyrja að svara rétt 5 sinnum eða oftar. Það er sem ekki verið að spyrja 4 sinnum eða sjaldnar. Við skulum byrja að finna það. Því við ætlum síðan að draga það frá heildinni á eftir. Og því við erum að finna hérna 4 sinnum eða sjaldnar til að byrja með, þá skulum við setja 1 hérna. Myndum setja 0 ef við verum að finna eitthvað sem er nákvæmlega ákveðin fjöldi skipta. Þannig við byrjum á þessu svona. Og nú vitum við sem sagt í rauninni hver líkurnar að svara 4 sinnum eða sjaldnar. En ef við gerum þá 1 á undan þessum útreikningi, sem þýðir í rauninni allar mögulega líkur samanlagðar og drögum frá þar sem við vorum að reikna núna, þá standa eftir líkurnar fyrir 5 sinnum eða oftar. Og þess vegna fáum við þetta svona út. Í C, hverju líkurnar á því að svara rétt 8 sinnum eða sjaldnar. Og það er í raun bara frekar einfalt. Við sendum bara 8 hér. Trials er 17. Probability 1 á móti 4. Og að því að vera að tala 8 sinnum eða sjaldnar, 8 sinnum eða sjaldnar, þá setjum við 1 hér. Svona, það er ansi mikla líkur. Og förum þá í D. Þá er spurt, hverju líkurnar á því að svara rétt oftar en 4 sinnum? Þannig að þetta er mjög keimlíkt B, þannig að oftar en 4 sinnum. Skulum skoða það. Oftar en 4 sinnum. Og sem sagt ekki 4 sinnum. Við skulum þá athuga það. 4 sinnum. Við byrjum sem sagt núna á að athuga 4 sinnum eða sjaldnar, af því að við erum í raun ekki að leita því. Þannig að við ætlum að útiloka það þá eftir. Þannig að með þessu þá finnum við líkurnar á 4 sinnum eða sjaldnar. Svona. En ef við bætum við einum hérna undan og drögum þetta frá sem við vorum að reikna, þá standa líkurnar eftir fyrir það sem er oftar en 4 sinnum, sem 5 sinnum og upp úr.
svona. Og hver eru líkurnar á því að svara 3 til 8 spurningum rétt og er henni báðar tölur meðtaldar. Þannig að hérna þurfum við að skipta þessu niður. Þannig að fyrst byrja ég bara á að finna hver eru líkurnar á að svara 8 eða færri. Þannig að við getum gert það bara. Að finna að svara 8, það er sem 17. 1 á móti 4 og 8 eða sjaldnar, þá gerum við bara 1 svona. Og þetta er myndi gefa okkur svari fyrir að svara 8 eða sjaldnar. En það er í spurningunni að svara 3 til 8 spurningum rétt, sem sagt 3, 4, 5, 6, 7, 8. Þannig að við verðum í rauninni að útiloka núna það sem er undir 3. Sem sagt 2 og færri. Svona. Og ef við gerum þetta svona, þá standa eftir líkurnar sem við verðum að spyrja um. Við erum búin að finna líkurnar á 8 og sjaldnar og með því að gera mínus eftir það og draga frá 2 eða sjaldnar, þá stendur eftir það sem við verðum að spyrja um. Svona. F. Hver eru líkurnar á því að fá nákvæmlega 2 spurningar réttar? Og að fá nákvæmlega 2 spurningar, svona af 17, probability 1 á móti 4 og nú að vera að spyrja um nákvæmlega og þess vegna setjum við 0 í cumulative. Svona. G. Hver eru líkurnar á því að fá 0 í einkunn? Að fá 0 í einkunn þýðir auðvitað að svara engri spurningu rétt, þannig að ég ætla ekki að fá neitt rétt til að setja 0 í numbers, trials 17, probability 1 á móti 4, cumulative er aftur 0, því við erum að finna nákvæmlega líkurnar því að fá enga rétta. Og það er þá svona. En hver eru líkurnar því að svara að minnstakosti 5 spurningum rétt? Og hvað þýðir það? Að minnstakosti 5 þýðir 5 eða fleiri. Þannig að, og Benódís getur náttúrulega ekki fundið það í einni skipan, þannig að ég þarf að finna fyrst það sem er færra og útiloka það síðan frá heildinni. Þannig að enn og aftur nota ég sama útreikning hérna. Þannig að þetta er sama og ég ætla núna að finna 4 eða sjaldnar. Fæ það út, en þetta er alls ekki það sem ég verið að spyrja um. Það er að spyrja um allt hitt, þannig að ég geri 1 mínus það sem ég var að finna og eftir standa líkurnar fyrir 5 og fleiri, sem þetta að minnsta kosti 5. Förum þá í y-lið. Og spurt er, hver eru líkurnar á því að svara rétt sjaldnar en 3 sinnum eða oftar en 7 sinnum? Og við getum alveg sagt að þetta sé flókið dæmi. En við skulum þá bara byrja oftar en 7 sinnum. Við skulum setja bara 2 hér, við ætlum að byrja á fyrri hlutanum. Svona. Og bara áfram 17, 1 á móti 4 og 1 að því ætlum að finna núna 2 og sjaldnar. Þá erum við búin að finna það. En næsta skref, þá er henni bara að gera við núna plús og svo skulum við hafa næsta skref bara í einum ákveðnum sviga. Núna ætlum við að finna oftar en 7 sinnum. Það er sem þetta 8, 9, 10 og svo framvegis. Þannig að eins og áður, ef við myndum bara líta á það sem dæmi, að finna eitthvað sem er oftar en 7 sinnum, þá myndum við byrja á að finna það sem að væri 7 sinnum eða sjaldnar, að við myndum útiloka það frá heildinni. En
þá gerum við það. Mínútist hérna. Og myndum þá gera 7, 17, 1 á móti 4 og 1. Ok. Og nú er rauninni sjáið að ég kom með þetta hér. En ég myndi helst vilja núna gera 1 mínus þetta dót sem ég var að vinna með. Og þá stendur sem þetta eftir, þessi hérna hluti, hann segir mér sjaldnar en 3 sinnum, en þessi hérna hluti, hann er raun að reikna fyrir mig oftar en 7 sinnum. Hann hefði lítið alltaf á þetta bara sem 2 mismunandi dæmi og leggi þau síðan saman í lokin, þá fáið þau nú rétt svar. Jóðliður, hver er líkurnar á því að svara öllum spurningum rangt nema einni? Já. Sem þýðir hvað? Það þýðir í rauninni að fá 1 rétt, eða ekki? Þannig að fara öllum spurningum rangt nema einni. Ég ætla að segja þetta að fá 1 rétta. Og trials er 17. Probability 1 á móti 4. Og þetta er 0. Hérna. Því ég ætla að finna nákvæmlega að fá 1 rétta. Þá er það svona. Og K og L-liður eru aðeins öðruvísi. Spurt er, hvert er væntigildið, hver líklegasta niðurstaðan, eitthvað slíkt. Og sama með meðaltal. Þannig að til þess að finna út væntigildi, þá tökum við fjölda atburða, sem í þessu tilfelli 17, sinnum líkurnar á að hver atburður heppnist, sem 1 á móti 4. N sinnum P. Þá fáum við væntigildi sem er 4,25. En hvert er staðalfrávikið? Og staðalfrávikið er fundið eftirfarandi hátt. Við finnum rótina af n-inu sem er 17 sinnum p-ið sem er 1 á móti 4 sinnum q-ið sem líkurnar á að atburður gerist ekki, sem þið fái ekki rétt. Í þessu tilfelli er það 3 á móti 4. Og p og q er alltaf samtals 1 heill. En gerum þetta svona og fáum þá svarið út 1,79. Og þá er fyrsti liður búinn.